Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni hérna upp á R5, nýjum stað á Akureyri. Við ætlum að venju að tala ýmislegt í dag. Við fáum meðal annars til okkar franska sendiherran og ræðum franska kvikmyndahátíð sem framundan, meðal annars líka við fulltrúa kvikindis, kvikmyndaklúbbsins á Akureyri. Við fáum tónlistamanni heimsókn til okkar sem víst að bardúsa mjög margt skemmtilegt, hann Aron. Þetta líka að fræðast sýningu á listasafninu á Akureyri, þar sem sýning eftir hann Jón Laxdal, myndlistamann, en hann Sammi kemur líka, en hann einmitt að setja upp á listasafninu líka. Við ætlum líka að fræðast aðeins mannamót sem verður haldið í Reykjavík, þar sem aðilar í ferðaþjónustu koma saman. Við ætlum hins vegar að byrja á því að tala uppáhald allra örugglega sem muna eftir Pílu Pínu. Verið velkomnar dömur. Takk fyrir. Sem sagt, Menningafélag Akureyrar eða Leikfélag Akureyrar að fara að setja upp Pílu Pínu. Ég man svo eftir Pílu Pínu, hún var náttúrulega æðisleg, plata sem að maður hlustaði svo mikið á. Já. Munið þið eftir Pílu? Já, ég held ég að fara í gegnum 3 plötur. Bara notaði það mikið að þurfti bara að kaupa alltaf nýja. Ég elskaði þetta. Það er bara tónlistin æðisleg og sagan æðisleg. Það voru þannig? Ég var í Pílu Pínu klúbbnum. Já, með mér. Já. Ég var mikið Pílu Pínu fan, sko. Ég hlustaði á plötuna þar til hún fór í tvend. Þannig að þetta er, við getum sagt, ég þarf ekki að kaupa mér nýjar. Nei. Svona er þetta. En búið að vera að setja upp Pílu Pínu sýningu? Því þetta eru mörg ár síðan þetta var. Ég er ekki vissum að Þetta hefur ekkert verið sett upp. Þetta leikrit er bara búið að liggja í skúffu í fjölda mörg ár. Og nýji leikhússtjórinn hérna á Akureyri, hann Jón Páll, tók þetta upp og við gerðum svona endurgerð af þessu verki og settum það svona í aðeins nútímalegri búning og niðurstaðan var bara þessi sem við erum mjög ánægð með. Og þessi bara fallega saga sem ennþá sama sagan, sko, bara á svona aðeins meira heima við okkar tíma í dag. En hvað getur þú sagt okkur Pílu Pínu? Eftir hvernig var þetta leikrit? Ég man bara eftir plötunni og það var svona saga á henni? Já, þetta er búið að fara nokkra hringi. Kristján frá Djúpalæk, hann skrifaði þessi ljóð þessar hagamís sem að Heiðdís Nordal tekur svo og Norðfjörð, tekur svo og býr til þessa sögur Pílu Pínu. Og hún semur líka tónlistina. Hún Heiðdís, með henni Röggu Gísla og úr verður þetta litla ævintýri. En svo leikritið, platan er eitt sem að við heyrðum hérna í gamla daga, en leikritið er miklu lengra og stærra og það er það sem þið fá að sjá núna. Nákvæmlega. Og þú ætlar að vera hinn ofurkrúttlega Píla Pínu. Já, ég er bara með drauma hlutverkið. Já. Þetta er yndislegt. Segðu okkur aðeins eins og bara þeir sem muna ekkert eftir Pílu Pínu. Hver er Píla Pína? Píla Pína er hagamús, lítil hagamús, svona úlingur, svona ungur, frekar ung. Og hún er mikil líka hetjumús, því að hún leggur í stað í mikla hættuför og ætlar svolítið að sigra heiminn og sanna fyrir öllum að heimurinn er nefnilega góður. Því hún er óbúslega hjartarhrein og hana langar líka til þess að bæta vanlíðan móður sinnar, þannig að hún fer þess vegna í þetta ferðalag. Og þetta er svona leikrit náttúrulega líka sem á bara erindi, eins og í dag og sem síðust á vestu þegar allir margir tala að það sé bara allt að fara til fjandans, hvort sem það er í pólitík eða flóttamannamálum eða öðru. Það er nákvæmlega málið. Það er svolítið sem við erum að tekla í þessu verki nefnilega. Hún kemur frá sér blönduðu fjölskyldu. Mamma hennar kemur frá húsamúsum, pappinn er hagamús og mamma hennar er svo döpur að því að hún þurfti að hún hraktist frá í stríðinu þegar að stríðið hófst og veit ekki hvað varð fjölskylduna sína og það er það sem að gera hana svo dabara og þess vegna leggur Píla af stað í þetta ferðalag til að reyna að gleðja hjarta mömmu sinnar. Þannig að þetta er mjög mikið við í dag og það sem við erum að vonast til er bara, þetta verður bara til þess að foreldrar og börn geti tala saman það sem er að gerast í heiminum og taka á svo mörgum málum. Það veldur upp ýmsum spurningum sem við vonandi fá börnin til þess að spyrja. Og það er náttúrulega það sem er besta leiðin til að læra í gegnum sköpun og list og upplifun. Að nýta tækifærið og fyrir þetta að eyða stund saman. En tónlistin,
eftir Röggu Gísla og Heiðdísi. Og Magga Kjartans, það ekki? Jú, Með líka? einmitt. Já, það er ekkert slór svo sett. Nei, ekki beint. Nei. Og nú er Þorvaldur Bjarni komið með þetta í hendurnar, þannig að þetta verður bara betra og betra. Já. Og hann er bara að bæta við, svona sínum tóna á þetta sem er að verða ótrúlega spennandi og skemmtilegur. Og hverju syngja? Þessi hér. Ég ætla að syngja og Hún er mamma rosaleg. mín ætla líka að fá að syngja. Og Þórunn Lárusdóttir. Lárusdóttir, já. Já. Vá. Já. Vá, ég segi vá. Já. Við ætlum að Eitthvað. ljúka okkar samtali, við höfum eftir að fjalla aðeins meira því að við erum alltaf svo ótrúlega spennt yfir þessu öllu saman. Já. En þið gerðu smá svona myndbrot sem sýnir aðeins inn á æfingu hjá okkur, svona smá tísa á hvað er að fara að gerast. Nákvæmlega. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Og við kíkjum á smá myndbrot og heldum svo áfram í föstudagsþættinum og förum þá franska kvikmyndahátíð.